Þetta voru ansi stór 3 stig, ekki satt? Jú, það má kannski segja það kannski líka leikjunum að fækka og við erum að koma okkur í ágæti stöðu, þannig að það jákvætt. En ég fannst svona frammistaðan ekkert frábær. Mér fannst þetta vera bara svona baráttuleikur, stál í stál og ef annar lið var ofan á, þá fannst mér að vera HK. En svona það gerist alveg blálókin, vitið og þeir fór mann út af og mér fannst þau gera vel í öðru markinu, virkilega fallegt mark. En ég held að við höfum alveg átt þetta inni svona meðan við margar leiki sem við spilaði í sumar. Það myndi falla aðeins með okkur. Hvernig svona vítadómari, sástu þetta vel? Hvernig? Nei, ég sá þetta ekki vel, en mér veist eins og þetta leit út fyrir hjá mér ég fannst Gummi vera að fá boltan, vera að fara að taka mót og mér fannst Aron Kristófer svona fara inn í hann á svona miklu krafti, en það er erfitt að segja, allavega leit hann út hjá okkur sko, frá okkar sjónarhorni sko, en mér fannst Arnar allavega vera vel staðsettur til þess að geta flautað þetta. Mér fannst hann allavega vera ákveðið með þetta, en svo þetta gerist á einni sekundu og þú voru að taka ákvörðun. Eins og þú segir, kannski tímabært að þetta eitthvað detti með Fylkismönnum? Já, þetta er búið að vera svolítið mikið stöngin út, en þetta var svona leikur sem var svona jafnteflisleikur fannst mér. Mér fannst eiginlega, það var nánast engin færi í leiknum. Við fengum einhverja möguleika að búa til eitthvað í fyrri hálfleik, en HK var með mikið af hornum og fyrirgjöfum og svona fengu einn fínan skallamenn með í fyrri hálfleik. Það var hörku skalli, en þetta var bara svona barning. Þetta var svona eitt svona slakasti fótboltalega leikur á okkar hálfu. Núna síðustu 3 leikir, þar 3 sigrar og markatalan 10-0. Já, það er náttúrulega frábært að halda hreinu, 3 leikurinn í röð og við erum alltaf líklegir til að skora, þannig að eins og ég sagði við strákarna í hálfleik að við vorum ekki búin að spila vel, að við myndum halda hreinu út leikinn, að það væri allar líkur á því að við myndum fá færi til að ná þessum eina marki til að ná í 3 stig og það var raunin. Svo gerði það náttúrulega mjög vel eftir að vera einum fleiri og mark 2 var virkilega vel gert, þannig að bara virkilega kærkomið líka í stöðunum sem við erum í en við viljum svona klára þetta endanlega í næstu umferð heima. Það væri sækja 3 stig þar og þá held ég að við ættum að vera orðnir nokkuð öruggir. Hvernig metur stöðun í dag? Ég held að sé 4 stigum frá fallsæti og það eru 2 umferðir eftir. Já, ég myndi svona með það, þá ætti 3 stig að duga til að vera alveg 100% öruggir, en við viljum náttúrulega bara fara inn og reyna að sækja 6 stig í þessum 2 leikjum sem eftir og enda tímabilið eins vel og hægt og líka bara eitthvað til að byggja ofan og mér finnst búin að vera góður stígandi í liðinu, eins og ég sagði áðan, fótboltalega séð vorum við ekki að spila vel, einhver hluta vegna pressan í HK og við vorum að keyra maður á mann út allan völl og menn einhvern veginn náðu ekki að spila svo út af því, þannig að en síðustu 2 leikir hafa verið mjög flottir og raun og veru suma frammistaðan undan því þrátt fyrir að ekki sótt sigra. Þá er svona vant aðeins upp á, en það er kærkomið að sækja sigurinn í dag. Geturðu lagt fingur á hvað hefur breyst frá því að sigrarnir svona að detta í hús? Mér finnst raun og veru bara kannski að við erum að þétta í raðirnar, menn eru að komast í betra stand og við erum að gefa færri færi á okkur, bæði á móti Keflavík og móti Grindavík og fengum við lítið sköpuðu lítið og við höfum svona, kannski líka það, við höfum verið að nýta betur. Núna fengum við mjög fá færi þessum leik og nýttum mjög vel þar sem við fengum. Náttúrulega fengum vítið, það er náttúrulega döðafæri og svo gerðum við mjög vel í marki 2 og var vel afgreitt. Það er kannski það sem hefur verið kannski munurinn til að byrja með. Við vorum ofta að fá færi og klikka og svo lágum við mörkum alveg blálókin. Þannig að það hefur svolítið verið saga Fylkis í sumar, en það er aðeins að snúast við sem er jákvætt. Takk. Takk.